En við förum yfir í Team Ken torfæruna seinni umferð heimsbikarkeppninnar. Hún fór fram í Jósefsdal eða fyrir neðan Jósefsdal í Bolöldum svokölluðum og þar það forystusauðurinn Gunnar Gunnarsson sem fer fyrstur af stað í fyrstu þraut og hann gerir hér afdrifarík mistök og fær ekki eins mörg stig eins og hann ætlaði sér, aðeins 150 stig. Og þá það Ásgeir Jamil Allansson sem gjörbreytt hefur ásýnd götubílaflokksins í sumar með því að færa sig úr sérútbúnaflokknum og hleypt af stað hörkukeppni í þessum flokki. Og Ásgeir fær fullt úr stiga í þessari þraut fyrstu, 300 stig. Og þá það Rafn Arnar Guðjónsson og þetta röðin eins og hún var út úr fyrri umferðinni. Gunnar Gunnarsson sigraði þar í götubílaflokki, Ásgeir Jamil var í öðru sæti, Rafn Arnar í þriðja sæti og hann gerir hér mistök. Tekur hér hægri beygju inn í miðri braut og hættir í brautinni 160 stig. Og þá það Hrólfur Árni Borgarsson, keppandi sem hefur verið að sækja í sig veðrið í götubílaflokki, jafnt og þétt. Og hann fær hér 260 stig í fyrstu þraut. Og Daniel Ingimundarson, hann grænu þrumunni, hann uppskar aðeins 30 stig í fyrstu þraut. Bifreiðin ekki alveg í því lagi sem hún þarf að vera í til þess að ná árangri í torfærunni, en þá það Gunnar Pálmi Pétursson sem var frá að hverfa í fjórðu þraut í fyrri umferðinni á Akureyri. Gunnar Pálmi núverandi Íslandsmeistari, tryggði sér þann titil í fjórðu umferð Íslandsmótsins og Gunnar Pálmi fær hér 300 stig. Og þá það Gunnar Guðmundsson á rapparanum. Nú Gunnar Pálmi tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn á Akranesi í fjórðu umferðinni en þar sigraði hins vegar Ásgeir Jamil Allansson í sinni fyrstu keppni í götubílaflokki og þar með hefur hann gefið öðrum mönnum tóninn að Gunnar Pálmi sé ekki ósigrandi. Og hér í þraut nr. 2 að þá verður Gunnari Gunnarsinni á þau mistök að renna út af bensíngjöfinni. Skóreiminn flæktist utan bensíngjöfina og fóturinn komst aldrei upp á bensíngjöfina og árangur í þessari þraut aðeins 30 stig. Þannig að titilvörn eða möguleikar á því að ná titlinum, heimsbikartitlinum, minnkuðu verulega í fyrstu tveimur þrautunum hjá Gunnari Gunnarsinni. Og hér kominn Ásgeir Jamil Allansson. Hann náði 11. besta árangri í þessari þraut, 190 stigum, 11. besta árangri yfir heildina. Og þá það Rafn Arnar á eftir að sakna þeirra stiga sem hann tapaði í fyrstu þraut. Fékk aðeins 160 stig af 300 mögulegum. Rafn Arnar einn þeirra keppenda sem hefur jafnt og þétt verið að bæta sig í götubílaflokki. Mistækur til að byrja með og á það til að gera einstaka mistök eins og í fyrstu þrautinni sem eru dýrkeypt. Og Rafn Arnar fær hér 170 stig. Komið 330 alls, Ásgeir Jamil með 490. Þá það Hrólfur Árni. Fyrir þennan síðasta slakka í þessari braut þá þarf að ná upp hraða sem að hann hafði til að bera hér. Hann fær 250 stig, 50 refsistig til að fara gróðlega yfir dekk. Og þá það Daniel Ingimundarson. Þessi bifreið hefur verið til í mörg ár, ef ekki áratug. Henni ók á sínum tíma Gunnar Guðjónsson. En það má kannski segja að bifreiðin hafi ekki alveg fyllt tímanum því að árangurinn lætur á sig standa. Hann fær aðeins 180 stig hér í þessari þraut, komið 210 stig alls. Það var Gunnar Pálmi. Gunnar Pálmi fekk 300 í fyrstu þraut. Gunnar Pálmi hefur verið í sumar að blanda sér í toppslægin þegar á heildina litið. Hann hefur verið að keppa við sérútbúnu bílana og hann fær hér 280 stig og þegar þarna var komið sögu var hann í þriðja sæti í keppninni yfir heildina ætlaði ég nú að segja, með 580 stig eftir 2 þrautir. Þá það Gunnar Guðmundsson, fekk 260 stig úr fyrstu þraut. Og þá að sjá hvort að hann fer hér upp eins og Gunnar Pálmi.
vantar kraft hér, vélinn hikstar og hann með 410 stig, fekk 150 stig hérna út úr þessari þraut. Og í tímaþrautinni náði Ásgeir Jamil Allansson 160 stigum, náði 11. besta tíma yfir heildina. Þannig að það var marktækur munur á sérútbúnu bílunum og götubílunum í þessari keppni. Tími hans 33.63, aðeins rúmum 3 sekúndum lakari en besti tími. Öðrum besta tímanum í götubílaflokki, 12. besta tíma yfir heildina náði Gunnar Pálmi Pétursson. Og hann uppskar 150 stig í þessari þraut. Hann hélt þar með forystunni í götubílaflokki að loknum 3 þrautum, var í 8. sæti yfir heildina, 730 stig, en Ásgeir Jamil Allansson var með 650 stig. Þraut 4 skipta ekki sköpum í þessari keppni, flestir keppendur fengu þær 300 stig og við förum beint í 5. þraut og hér er Hrólfur Árni Borgarsson sem festist á toppnum, 190 stig. Þá er það Daníel Ingimundarson, hann snerti dekk þarna í upphafi, nokkuð sem að maður ætti ekki að sjá til torfæruökumanna, hægt er að eyða smá tíma í það að stilla bílnum upp í rásliðinu þannig að menn tapi ekki 20 stigum strax á fyrstu metrónum og hann fór þar að ekki auðvitað leið hér niður og uppskar 180 stig, var þá komið 520 stig. Þá var það Gunnar Pálmi Pétursson og hann tekur hér dekki niður í braut á 50 refsstugum og síðan í viðbót 20 í endarhliði. Uppskar 240 stig, Gunnar Guðmundsson náði í 200 stig, það voru 100 refsistig þar. Og Gunnar Gunnarsson átti ekki 7. að sæla í þessari keppni, fór ekki upp í 4. þraut og heldur ekki í 5. þraut, en Ásgeir Jamil Allansson gerði heiðarlega tilraun. Vantaði þó hraða í upphafi og bjargaði sér snildalega frá veltu hér í þessari þraut og var fagnað af áhorfendum. Ásgeir Jamil var þá með 1140 stig á móti 1270 stigum hjá Gunnari Pálma Pétursinni. Hrólfur Árni með 1130 stig, aðeins 10 stigum á eftir Ásgeir Jamil Allansinni. Og Rafn Arnar gerði þetta snirtilega, tapaði ekki nema 30 stigum í þessari þraut og var þá komið 1010 stig og saknaði þessara 140 stiga úr fyrstu þraut sem að hann sjálfur klúðraði. Og þá er það Gunnar Pálmi með brotinn framöxul hér í 7. þraut og hann verður frá að hverfa hér og tapar við það mörgum stigum. Gunnar Pálmi fekk aðeins 70 stig fyrir þessa þraut, var þá komið 1340 stig og átti eftir að tapa forystunni í brautinni. Í keppninni yfir heildina þar að segja í þessari braut. Þá er það Ásgeir Jamil Allansson, tekur hér dekk sem að reyndist afdrifaríkt fyrir Gísla Gunnar Jónsson í þessari keppni en fór alla leiðina upp og uppskar 280 stig, var þá með 1420 stig, kominn 60 stigum upp fyrir Gunnar Pálma Pétursson. Og Rafn Arnar snertir dekkið og fór síðan sömu leið eins og Ásgeir Jamil Allansson og fekk 280 stig, var þá komið 1290, Ásgeir Jamil með 1420 stig og þá kom Hrólfur Árni Borgarsson, átti möguleika á því að taka forystuna í þessum flokki, fær hann á 300 stigum hér, en hann fór hins vegar ekki alla leiðin upp og fekk aðeins 220 stig og var þá komið 1350 stig. Og Gunnar Gunnarsson með brotið framdrif varð að keyra hér út úr brautin og fekk aðeins 20 stig fyrir brautina og þá fyrir við í 7. og næst síðustu þraut og þá er það Ásgeir Jamil Allansson, var þarna kominn með forystuna í keppninni og stendi hraðbyr á heimsbikartitilinn. Og Ásgeir Jamil fær ekki nema 200 stig í þessari þraut, hann tapaði 100 stigum hérna, þannig að allt í hennu þá galopnaðist keppni í götubílaflokki. Í staðis að vera með örugga forystu að þá galopnaði hann keppnina. Rafn Arnar á möguleika á því að komast mjög nálægt honum. Hann tekur hér á sig 50 stig og síðan önnur 20 og fær ekki nema 230 stig, þannig að hann minnkaði munin aðeins 30 stig í þessari þraut. 1520 stig, var 100 stigum á eftir Ásgeir Jamil Allansinni þegar ein þraut var eftir. Þá var það Hrólfur Árni. Ásgeir Jamil fekk 200 stig. Hrólfur Árni átti möguleika á því að komast upp fyrir hann. Ásgeir Jamil með 1620 stig.
en hann tekur hér dekkið á 50 stigum, fær 250 og þá komið 1600 stig, aðeins 20 stigum á eftir Ásgeiri Jamil Erlandsssyni. Þá er það Gunnar Pálmi. Og með 300 stigum nær hann forystu hér, með 290 stigum nær hann líka forystu, en með 280 stigum myndi hann jafna Ásgeir Jamil og hann tekur aðeins 20 stig í refsingu þarna, hann tekur þetta á 280 stigum. Besti árangur í brautinni yfir heildina og var þá orðin jafna Ásgeiri Jamil Erlandsssyni þegar aðeins ein þraut var eftir. Og Gunnar Guðmundsson nú er að sjá hvernig hann tekur þetta hlið sem reyndist mörgum erfitt í þessari keppni. 20 stig þarna, vel gert hjá hann, en hann snerti dekkið hínum megin líka og fekk 260 stig út úr þessari þraut sem var enda þriði besti árangur í keppninni. Var þá með 1440 stig og það var mikill fjöldi áhorfenda á þessari keppni og spennan var í algleymingi þegar komið var síðustu þraut. Ásgeir Jamil Erlandsson, Hrólfur Árni Borgarsson og Gunnar Pálmi Pétursson áttu allir möguleika á sigri í þessari keppni. Gunnar Gunnarsson átti enn möguleika á því að verða heimsbikarmeistari, en til þess þurfti hann hjálp frá öðrum mönnum og það þurfti að koma Ásgeiri Jamil Erlandssyni svolítið neðar í keppnina. Og Gunnar Gunnarsson sýndi sitt rétta andlit hérna, samt ekki alveg, hann fekk 190 stig og lauk keppni með 990 stigum. Þá er Ásgeir Jamil Erlandsson. Hann var jafn Gunnari Pálma fyrir þessa þraut með 1620 stig og hann er að læða sér hér upp á brúnina og náði besta árangri í brautinni yfir heildina, fekk 275 stig og þá komið 1895 stig. Rafn Arnar Guðjónsson sem var 100 stigum á eftir honum fyrir þrautina átti ekki möguleika á að jafna Ásgeir Jamil, þannig hann skipti ekki máli í slagnum. Ásgeir Jamil var komið með mjög góða stöðu en hann var þó samt sem áður að setjast niður og bíða því að Hrólfur Árni Borgarsson átti möguleika á því að komast upp fyrir hann og hirða þar með titilinn svo framalega sem Gunnar Pálmi Pétursson stæði sig einnig vel í þessari þraut. Hrólfur Árni þurfti að fara alla leið á 300 stigum. En það var ekki og þar með var Ásgeir Jamil Erlandsson orðinn heimsbikarmeistari. Möguleikarnir fóru fyrir Hrólf með hans akstri í þessari þraut, en það var enn möguleiki á því að Gunnar Pálmi Pétursson hlyti sigur í þessari keppni, sem var þó ekki, þannig að þegar að þessari keppni var lokið þá var það Ásgeir Jamil Erlandsson sem bæði hirti sigur í keppni og varð heimsbikarmeistari. Frábær árangur hjá honum. Og ég verð hér aftur á þriðjudaginn kemur þá með Rally Reykjavík. Ég ætla að minna ykkur á það enn einu sinni.